Velkomin alla ársætti Sandgerðisskóla. Þið sem sitja hér í sal og þið sem eru að horfa heima í stofu. Við heitum Oddný Lilja og Lárus Einar og við ætlum að vera að kynna ykkar hér í dag. Árshátíðin í ár er tilnefnd heiðurslistamanninum Bubba Morthens og ætlum við að rekja sögu hans hér í dag. Ásbjörn Kristinsson Morthens fæddist 7. júní 1956 og fagnar því 65 ára afmæli sínu í ár. Bubbi ólst upp í Reykjavík með fjölskyldu sinni og bræðrum. Hans helsti vinur var bróðir hans Tolli sem er þekktur listmálar í dag. Bubbi var í Vogaskóla en flutti til Danmerkur 15 ára með móður sinni og fór þá í danska skóla. Bubbi flutti aftur heim til Íslands 1972 og fór þá að vinna hjá vaktsveitinni í Reykjavík. Síðan fór hann til Vestmannaeyja í verbúð. Árið 1980 gaf Bubbi út sína fyrstu plötu Ísbjarnarblús. Bubbi var 24 ára þegar hann gaf út Ísbjarnarblús. Á plötunni spila Bubbi á munnhörpu og gítar á þess að syngja. Aðrir tónlistamenn á plötunni eru Sigurður, Rúnar, Kristján, Beggi, Denny, Guðmundur, Jónas og Sigurgeir sem spila hér með okkur í dag. Nú fáum við að heyra fyrsta flutning árshátíðarinnar en það er fjórða bekk sem ætlar að flytja fyrir okkur lagið Stál og hnífur. Gjörðu svo vel.
er stofnuð. Á sama tíma og Ísbjarnarblús er gefin út stofnar Bubbi hljómsveitina Utangarðsmenn ásamt bræðrunum Danny og Mike Pollock, Rúnari og Magnúsi. Sú hljómsveit spilaði út allt Íslandi 2 ár þangað til hún skyndilega hætti og stofnaði Bubbi til hljómsveitina Ego ásamt Magnúsi Utangarðsmönnum. Ego. Hljómsveitin Ego gaf nokkuð mörg fræg lög. Það er eitt frægasta Fjöllin á Vaka. Nú ætlum við að fá að heyra í öðrum bekk syngja það lag. Gjörðu svo vel.
Nú vil ég aðeins kynna hljómsveitina sem spilar hér með okkur í dag. Á gítar og bassa eru þeir Stanislav, Daniel og Sigurgeir. Á trommur er Gunnar Freyr. Á píanó er Maxwell Ísak. Og á þverflautu er Ásta Maren. Og kórstjórinn okkar í dag er Sibba. Bubbi gerði sólabíluna konu árið 1985. Bubbi var búinn að setja rockalífið á hilluna árið 1985 og gaf út sólóplötuna Koni. Á plötunni eru mörg af hans vinsælustu lögum en vinsælast er eflaust lagið Rómeó og Júlía sem Sjöttubökkur ætlar að syngja fyrir okkur núna. Gjörðu svo vel.
fara í samstarf. Rokksveitin GCD var til sumarið 1991, en Rúnar og Bubbi voru búin að þekkjast í daginn tíma, enda þeir tveir helstu rokkar Íslandssögunnar. GCD gátt 3 plötur. Þær koma alltaf út á upphafi sumars og fylgdu þeir plötum eftir tónleikahaldi út allt land. Við erum auðvitað að taka 2 lög frá samstarfi Bubba og Rúnars þar sem Rúnar Júlur eru að taka Suðurnes er góð. Mýrdalsvandur. Nú ætla 5. bekkur að flytja fyrir okkur Mýrdalsvand, sem kom út árið 1991 á plötunni GCD.
Sumarið tíminn. GCD fylgdi fyrir plötu eftir plötunni Svefnvana. Á henni er án efa eitt af frægustu lögum Bubba og Rúnars. Leikskólinn ætlar að flytja fyrir okkur lagið Sumarið tíminn.
gefa út 65 hljómplötur. Bubbi hvergi hættur að syngja tónlist og ennþá þó hann sé 65 ára og gaf út fyrstu plötuna sinni 24 ára. Hefur hann gefið út á 40 ári 65 plötur. Árið 2005 gaf hann plötuna Ást. Eitt vinsælasta lagið það ár var af þeirri plötu og hét Fallegi dagur. Nú ætla fyrstu bekkur að koma á svið og syngja fyrir okkur. Gjörðu svo vel.
nýjustu plötu Bubba að finna mörg lög sem fyrir beint á topplista Popplands á Rás 2. Þar syngur Bubbi dúett með leikkonunni Katrínu Halldóru Sigurðardóttur sem þekktust fyrir að leika Elli í Borgarleikhúsinu. Nú ætlar þriðji bekkur að taka það lag fyrir okkur, án þín. Gjörðu svo vel.
þakka ykkur öllum fyrir frábæra árshátíð og viljum fá alla til að standa upp í fjöldasöng og syngja saman eitt fallegasta lag Bubba. Það er gott að elska. Takk fyrir okkur.
og kærar þakkir til Tónlistarskólans fyrir aðstoðina við árshátíðina. Kynnar, takk fyrir okkur.